Það tap hérna á móti Blikum, hvernig tilfinningin? Hún súr, mér fannst við að skilja jafnan leik allavega. Mér fannst þetta fín framistæð í dag og fannst við að meira skilið. Já, þú byrjar á bekknum, hvað sérðu frá bekknum? Já, bara 50-50 leikur sem hefði getað dottið bá meginn og datt þeirra meginn og mér hafði finnst við að skilja jafna í lokinn. Já, það kemur nokkur færi hérna í lokinn, tækifæri til að jafna þetta. Já, og síðan bara ótrúlegt móment þegar það fekk sólinn í ökklana geira og ekki dæmt á það sko. Burtséð frá hvort það sé víti eða opin augnspyrna, það er alltaf glóðilegt að dæmi ekki á það. Og síðan fekk við að dauðafæri, þannig að jú, þeir fekk eitthvað færi en mér fannst við að meira skilja. En fyrir þig að byrja á bekknum, hvernig var það? Fáránlegt. En þú veist, já, mér finnst það bara og það er mjög skoðun en ég hef bara verið það sem ákvörðin sem þjálfarinn tekur. Já, hvað var hugarfarið fyrir þig að koma inn í leikinn síðan? Ég ætlaði bara, það er erfitt að koma inn á, ég er ekki vanur því endilega en bara reyna að breyta leiknum eitthvað og það, já, þú hafði ekki gert mikið en bara, já, það var að reyna að gera eitthvað. Greinilega mikil vonbrigði með þessa ákvörðun? Já, skiljanlega, auðvitað, já, ég byrja alla mínútur, byrja alla leiki. En bara gengið hjá ykkur, hvernig horfir á það? Þetta er alltaf frammistaður sem getur byggt á, við erum bara að vera svona í öllum leikjum, leggja ykkur fram og já, við fáum alltaf færi og þurfum að nýta þau. Við sleppum í dag að fá 3 eða 4 mörk, þannig að við byggjum bara þetta og vonandi fyrir að ná í stig. Hefur verið ánægð með sjálfa þig í byrjun móts? Það eru svona leikir hér og það sko, það væri til að vera búin að skora eitthvað eða leggja upp en bara liðsframmistaðan finnst mér ekki verið nógu góð varnarlega og ég er hluti af því þannig að ég er ekki ánægð með mig þar en við þurfum bara að fara upp með hausinn og halda áfram. Ok, takk fyrir.